Komið sæl og sælir kæru vatnsberar. Þá komið ykkur. Ég er að gera þetta svolítið öðruvísi en ég verð núna. Ég er að leggja fyrir júní og ég er að nota spil sem ég er ekki vön að nota. Þannig að sýnir mér smá þolinmæði með það. Ef ég þarf aðeins að kannski að lesa mig til. Já. Annars þá ætla ég að byrja hérna á þemaspilinu sem ég dró fyrir ykkur, fyrir júnímánuð. Þið kæru vatnsberar fáið Keisarann sem þemaspil. Samkvæmt því ætti júní að verða mánuður reglu og stöðugleika og svona stjórnunar. Þetta vil verði bara með allt undir kontról eins og við segjum í júní. Eða þið eru kannski að díla við manneskju sem er boss, sem ræður, sem hefur gaman að stjórna. Þið getur líka verið að díla við einhvers konar yfirvald. Það er allavega styrk stjórn og rífandi gangur í hlutum, engin lognmolla. Keisarinn drífur hlutina áfram, hann byggir upp. Ef þið eru í byggingageiranum þá er mikið að gera í því. Og þetta er sterkt og flott spil, rosaleg, ég segi ekki rosaleg, við skulum segja sterk og drífandi karlmannsorka í þessu spili. Og ekkert nema gott það að segja, bara flottur mánuður. Við skulum sjá svona hvernig þessi orka tengist inn á restina sem ég dreg hérna. Sett þemaspilið aðeins til hliðar. Og svo kíkjum við kæru vatnsberar á hvað júní er að færa ykkur. Júní fyrir vatnsberan. Júní fyrir vatnsberan, já. Hérna er verið að koma mikið inn á tilfinningar. Hér er tilfinningakóngurinn sjálfur mættur. Það getur verið þú sjálfur, kæri vatnsberi, eða einhver sem er í þínu nánasta umhverfi. Þetta er þroskaður maður. Og þegar ég segi maður þá þarf þetta ekki að þýða manneskju. Þetta getur verið karl orka. Tarotspilin virka þannig að það eru kóngadrottningar, riddarar og gosar. Og drottningin er kvennorka, kóngurinn karl orka. En að því að myndmáli er svo ríkjandi að þá les maður þetta yfirleitt eins og það sé karl og kona. Þetta er allavega kóngurinn í tilfinningum. Þetta er bikarkóngurinn. Hann heitir speglakóngurinn í þessum spilum. Þau eru dálítið öðruvísi, skemmtilega, fallega. En það er svona nokkurn veginn sama merking gegnum gangandi, gegnum spilin. Það gæti verið að mánuðurinn einkennist svolítið af tilfinningasemi. Þið gætu verið ástfangnir, kæru vatnsberar. Og þið gætu líka bara verið í svona tilfinningalegum fasa þar sem þið eruð að hugsa tilfinningalífið ykkar, fjölskylduna, þá sem ykkur þykir vænt eða þið eru að vinna einhverjum hugðarefnum sem bara er ykkur afskaplega mikilvæg. Sjöan aftur á móti sem er líka tilfinningaspil. Hún segir mér að þið er erfitt með að velja. Það eru valmöguleikar fyrir framan ykkur, þó nokkrir
og þið þurfið að gefa ykkur góðan tíma í að vita hvern af þessum valmöguleikum þið eigið að velja og hvað hentar ykkur. Það getur verið erfitt fyrir ykkur, kæru vatnsberar, og margir vatnsberana eru svolítið svona huglægir, skulum við segja. Láta hugan oft ráða fram yfir hjartað. Þetta í raun og veru svolítið challenge hvort þið eigi að láta hugan eða hjartað ráða. Eigið að velja af skynsemi, eigið að velja það sem að dregur ykkur að sér, eigið að velja það sem gefur ykkur mest í aðra hönd, það sem best fyrir fjölskylduna eða það sem best fyrir ykkur og svo framvegis. Það fylgir aðvörun þessu spili og hún aðvörunum að láta ekki blekkjast. Því að þegar það eru margir möguleikar þá alltaf hætta á að einhver blekking sé inni falin þar. Ekki taka fljótfærnislegar ákvarðanir, verið að tala hérna. Bíðið frekar þangað til að þið eru alveg vissir. Já, einhverjir að segja hérna biðjið merki eða sign hérna. Ég veit ekki alveg, það henta kannski einhverjum ykkar að hérna biðjum einhvers konar vísbendingu frá almættinu. Þannig að ef það flýgur svartur hrafn fyrir framan ykkur þá það merki annarkvort já eða nei. Nú ef þið sjáið uglu. Nei, ég segi nú bara svona. Allavega gefið ykkur tíma, hugsið málin vel, leysið allar flækjur til þess að reyna að sjá málin skýrt. Ekki rembast við að knýja fram eitthvað svar eða lausn. Takið þetta frekar með æðruleysinu. Hvernig var æðruleysisbænin? Sætta sig við það sem að það ekki breytt og breyta því sem að getur breytt og þekkja muninn, sko. Já, bara leggið ykkur fram, gerið það sem þið getið, en svo bara á ákveðnum tímapunkti þurfið þið bara að sleppa og ákveða bara, ok, nú get ég ekki meir, nú bara sér almættið restina. Og hérna síðan bara að stíga út úr hringnum og bíða eftir því sem koma skal. Við skulum sjá hvað næstu spil segja okkur meira þetta mál. Júní fyrir vatnsberann. Vatnsberann í júní. Einhver annar fekk þetta spil. Já. Ok. Það skiptir máli hvernig þið horfið á hlutina. Það sem ykkur finnst vera rétt eða svona eða hinsi gæti einhverjum öðrum fundist akkurat öfugt. Þannig að sjónarhornið skiptir máli, hvenær verið að taka ákvarðanir, hvernig það gert, það gert á vandlega íhuguðu máli eins og ég var að tala áðan, eða það gert á fljótfærni. Svo það þetta láta ekki blekkjast, sjá leiðina, skýra framundan og umfram allt ekki knýja fram niðurstöðu, ekki nota krafta. Frekar að nota samningaviðræður, nota mýkt, nota blíðu
eins og kemur fram hérna í hjartardýrinu, það á eftir að skila ykkur betri árangri. Þið kallmenn bara taka mjúka mannin á þetta. Og kannski á það við konurnar líka. Við konur erum nú ekkert allar eitthvað rosalega mjúkar, þó við viljum stundum láta það vera svo. Ok, keisarinn hérna sem kom hérna uppalega, hann getur farið út í það að stjórna of mikið, það er að segja fara út í stjórnsemi, öfgar í stjórnsemi og stjórna þar sem að þess er ekki óskað. Þannig að takið þetta bara með mýktinni, með hægðinni og þá held ég að þetta muni allt farnast vel. Ég veit ekki hvað þetta er hérna í júní sem þau eru að fást við. Það er eflaust bara misjafnt eftir hverjum og einum. Ég veit bara að það er allt fljótandi í tilfinningum hérna. Ok, næsta spil er orkustöðvaspil. Þetta eru ný spil sem ég er svolítið að læra á. En þá sjáðu hvað eru falleg. Orkustöðvaspil fyrir vatnsberann. Ok, þið fáið hérna gult spil. Það er litur orkustöðvana er í þessum spilum og þetta er hvatastöðin. Nei, fyrirgefiði solarplexus. Já, solarplexus. Þessi kona á þessu spili hérna, hún er pínlítið búin að loka lífi sínu. Hún er hætt að sinna því sem hún elskaði áður. Hún er búin að gefa draumana sína upp á bátinn. Nú situr hún bara hérna í mestu makindum, heima hjá sér, með gæludýrinu sínu. Fyndi þetta sé ekki köttur, jæja. Og horfir á uppáhalds sjónvarpsseríurnar sínar. Það er allt saman gott og blessað, en lífið er ekki jafn innihaldsríkt og það var áður hjá þessari konu. Og það er ekki eins innihaldsríkt og hún hefði viljað að það yrði. En það er undir henni komið hvað hún gerir með tímann sinn. Hún getur til dæmis farið að skapa aftur, búið eitthvað til með sköpunarhæfileikunum sínum. Hún gæti fundið sér einhvern félagsskap sem hún kýs að gera ekki. Og hún er svolítið bara bíður eftir að svona lífið líði hjá, skulum við segja. Þið getið skoðað þetta, kæru vatnsberar, í ykkar lífi, hvort að þetta sé eitthvað sem er í gangi hjá ykkur og hvort þið séu sáttir við það eða ekki. Nú ætlum ég aðeins að kíkja hérna hvort ég finni meiri merkingu. Já, það er þessi fugl hérna. Hann er ekki í búri. Þetta er spurning um að hleypa sköpunarkraftinum sínum út úr búrinu. Og það er eitt að vera með dagdrauma og það er annað að gera praktísk plön svo að hlutir nái að frjóvgast og blómgast. Þannig að þetta er spurning um að finna svolítið skilin þar á milli. En allt sem við gerum
byrja náttúrulega sem hugmynd, byrja kannski sem dagdraumur og verður síðan að hugmynd með innihaldi. Ok. Já, ég held ég sé ekki að fara dýpra í þetta. Þetta er svona kjarni skilaboðana sem að kemur hérna til ykkar. Þetta hefur með það að gera að slökkva ekki á tilfinningunum sínum og láta lífið líða fram hjá sér. Það er mjög mikilvægt að taka þátt í lífinu. Ok, þá ætlum við að sjá hvort það sé eitthvað sem þið kæru vatnsberar þurfið að heila. Hvort einhver sár eða óþægindi eða erfiðleikar séu innra með ykkur sem að spilin geta gefið vísbendingu að þurfið að heila. Júní fyrir vatnsbera. Spil sem minnir svolítið á spili hérna við hliðina. Samt ekki alveg sama merking. Hér er verið að tala um það að halda í þetta gamla. Halda fast í eitthvað sem var. Það er ýmislegt sem að við festumst í. Á myndinni er gömul kona að halda svolítið í ímynd sína frá því að hún var ung. Sem að er líka alveg jákvæð hlið á. Það er gott að halda sér ungum. Maður er aldrei eldri heldur en manni finnst maður að vera. En það er eitt að gera það og það er annað að lifa í fortíðinni og að lifa í þeirri blekkingu að maður sé ennþá í þessari mynd. Stundum höldum við í einhverja gamla ímynd af okkur sjálfum. Við getum haldið í gamla staði, gömul sambönd, gömul samskiptamunstur. Meira að segja gamla hluti. Höldum í þá, viljum ekki sleppa þeim. Kannastu við það? Ég gæti þurft að nota þetta einhver tímann. Þetta er eiginlega bara spurning að sleppa taki á fortíðinni. Sleppa taki á því sem að ekki lengur gagnast okkur eða gerir ekki lengur neitt fyrir okkur. Og stíga svolítið út úr því og horfa fram á veginn. Það getur alveg verið erfitt og er það langoftast. Við erum rosalega vana dýr. Mér er svo skemmtilegt hvað þessi spil eru svipuð. Já. Ok, þá tek ég annað spil sem er lausnin. Lausnin á þessu. Holding on. Júní fyrir vatnsberan. Holding on. Nei, ég tók vitlausan bunka. Jæja. Það var þessi bunki sem ég ætla að tala. Ok. Já, það er spil sem að á íslensku myndi útleggjast traust. Það að geta treyst á einhvern.
accountability. Það eitthvað hérna með það að þetta getur þýtt það að fjölskyldan þín treystir á þig og það sé mikilvægt að þú sért til staðar fyrir hana. Það líka mikilvægt að þú sért til staðar fyrir sjálfa þig. Það mikilvægt að þú leyfir þér ekki að koðna niður ef að þú berð í brjósti einhverja löngun sem tengist hérna inn á tilfinningasúpuna sem að hérna undir. Það mikilvægt að þú sjálfur, eða þú sjálfur kæri vatnsberi, geti treyst á það að þú sért til staðar fyrir þig, að leyfa því að koma upp á yfirborðið og blómstra. Keisarinn, hann ákaflega sterk orka sem hægt að treysta á. Það hægt að treysta á þennan keisara í gegnum þykkt og þunnt. Ef til vill ertu í þessari stöðu í júní eða einhver manneskja verði þér þessi fyrirmynd og atburðirnir sem gerast í kringum þig í júní falli eða standi með því að það sé hægt að treysta á þig eða einhverja aðra mannesku í kringum þig. Þetta spil mjög sterkt hvað skuldbindingu varðar. Það að skuldbinda sig þýðir í raun og veru að fólk á að geta treyst þér ef þú hefur skuldbundið þig til að gera eitthvað. Við skuldbindum okkur alltaf í daglegu lífi. Við gerum það, eins og ég sagði áðan, fyrir fjölskylduna. Við gerum það í vinnunni. Við skuldbindum okkur bæði til þess að hreinlega mæta í vinnuna og gera ákveðin verk í vinnunni. Og það svo mörg mannleg samskipti sem byggja á því. Byggja á þessu gagnkvæma trausti. Þannig að þetta eitthvað sem að verður þér til umhugsunar allavega í júní. Kæri vatnsberi. Í hvaða formi sem það verður og eflaust verður það misjafnt eftir hverjum og einum. Þá komið að fallega blómálfaspilinu ykkar. Að því að komið sumar, þá fá allir blómálf. Blómálfur fyrir vatnsberann. Hann kemur hér. Já, það eru börnin. Ef þið vill þarf það að vera til staðar fyrir börnin í júní eða barnabörnin. Óvenju mikið eða sem aldrei fyrr. Tenging þín við börn partur af hlutverkið þínu, stendur hér, lífshlutverkið þínu. Börn munu skipa einhvern stóran sess í júní í þínu lífi. Börn eru yndisleg, þannig að njóttu þess. Börn gera þig að betri mannesku. Og þau verða að treysta á okkur fullorðna fólkið. Hvort sem þeim líka betur eða verð, því að við erum þeirra fyrirmynd, við erum þeirra stoð og stytta. Og þau kenna okkur það að vera til staðar, kenna okkur skilyrðislausa ást og fleira. Þannig að þið njótið þess að vera tengd börnum í júní. Þannig var nú það, kæri vatnsberi. Þá bara síðast að spila ykkur eftir.
Og það er úr þessum skemmtilega stokki hérna sem að heitir uppreisnarstokkurinn. Ég ætla að vara ykkur við, það eru blótsyrði í honum. Ef þið þolið þau illa og slökkuð bara núna. Þetta eru ensk blótsyrði, ég reyna að þýða þau eins vel og ég get. Þetta er svona til að enda þess að léttum nótum, en ekki í djúpri alvöru. Uppreisnarspil fyrir vatnsberann. Vatnsberinn er nú sjálfur svolítið uppreisnar seggur í eðli sínu. Látum okkur sjá. Það er nú jákvætt og fallegt hérna utan á spilinu. Það er ástin. Síðan. Ok. Gefðu smá og þigðu smá. Það mun létta í lundina. Ég er að orða þetta afskaplega pent. Get some, give some, it will cheer your ass up. Þannig að hérna reynda að hafa það notalegt í júní. Vera til staðar fyrir aðra, vera til staðar fyrir sjálfa þig. Þiggja hjálp frá öðrum, biðjum hana eða þú þarft á hana að halda. Og þá mun lífið leika við í júní sem aldrei fyrr. Og vonandi bara verður veðrið okkur gott. Heyrðu kæri Vatnsberi, þá er þetta búið fyrir þig í kvöld. Ég var örugglega eftir að setja inn eitthvað meira. Það er víst hægt að gerast ykkur áskrifandi á svona YouTube-rás. Ég kann það ekki, þið tékkja á því ef þið viljið. Annars vona ég bara júní verði frábær mánuður fyrir ykkur og ljós og kærleikur til ykkar.